Jæja, veriði öll hjartanlega velkomin í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands, bæði þið sem að hér eru komin í sal og einnig þið sem að fylgist með í streymi. Og við erum bæði í beinu streymi hér og svo verður líka hægt að fylgjast með að skoða fyrirlesturinn eftir á YouTube á YouTube-rás Þjóðminjasafnsins. En ég ætla að kynna hana Guðrúnu Sveinbjarnardóttur sem ætlar að fjalla íslenska gripi á söfnum í Bretlandi. Og ég ætla að biðja ykkur að geyma spurningar þangað til í lokin. Gjörðu svo vel, Guðrún. Komið sæl, öll sem eru hér í salnum í Þjóðminjasafninu og svo líka öll hinn sem eru að horfa og hlusta einhvers staðar í streymi. Ég kann mjög vel við þá þjónustu, það sem ég bý erlendis og ég geta hort á marga fyrirlestra sem hér hafa verið haldnir. Vegna þeirra þá mun ég halda mig hérna við hérna á þessum stað svo það heyri almennilega í mér. En ég get nota hérna einhvern bendil sem ég mun svo kannski ef ég finnst ég þurfa að benda á eitthvað á hérna myndunum sem hér birtast. En þetta verkefni, það á sér þó nokkuð langan aðdraganda. Þegar ég kom til Englands, til London í framhaldsnám fyrir ansi mörgum árum síðan, þá leigði ég herbergi á Cromwell Road í South Kensington, skáhallt á móti Viktoríu Albert-safninu sem er kennt við náttúrulega Viktoríu drottningu og eiginmann hennar Albert Prins. Ég lagði oft leið mína í þetta safn en það geymt mikið magn af alls konar gripum. Það var þó einn gripur sérstaklega sem vakti athygli mína mjög snemma sem til sýnis var og enn til sýnis í einum af sýningarsölunum á neðri hæð hússins. En það þessi kaleikur hérna sem sagður vera frá Grund í Eyjafirði og frá 1200. Tildrög þess að hann lenti á þessu safni kröfðust þess svo sannarlega að það yrði skoðað nánar. En sú skoðun var nú að bíða í nokkuð tíma því að önnur verkefni tóku við, en ég kynntist þó starfsmanni á safninu og komst að því að það voru margir fleiri gripir, íslenski gripir geymdir þar. Ég hafði áhuga á að kanna þetta nánar og gera úr því verkefni og líka kanna frekar heimildir íslenska gripa á söfnum í Bretlandi. Og ég fór strax að hafa augun opin fyrir þessum upplýsingum og safna þeim í sarpinn. Ég komst fljótlega að því að Elsa Guðjónsson, sem var textílfræðingur hér á Þjóðminjasafni til margra ára, hafði skoðað íslenska textíla á Viktoríu Albert-safninu og norski listfræðingurinn Ellen Marie Maguroy útskorna trégripi á þessu sama safni og þær höfðu báðar birt greinar þessar rannsóknir sínar. Báðar í árbók Fornleifafélagsins, Elsa árið 1984 og Maguroy 1963, þannig að þetta nálgast þeirra rannsóknir þar og Elsa hefur náttúrulega birt fleiri greinar en þessa. En það var svo fyrst fyrir 3 árum síðan þegar ég var búin að skila af mér stórum verkefni sem ég hafði tök á því að sinna þessu verkefni af alvöru. Og fjöldi þeirra og dreifing reyndist mun meiri heldur en mig hafði órað fyrir. Upplýsingarnar þessa gripi komu til mín eftir ýmsum leiðum. Það ekki til neitt eitt gagnasafn í Bretlandi eins og sarpurinn okkar hér, þar sem hægt að fletta upp gripum frá Íslandi eða íslenskum gripum, svo að leitin var svolítið leynilögregluleg. Ég byrjaði í skjalasafni Viktoríu Albert-safnsins, en það mjög gott. Í því var stundum sagt frá því að gripir hefði verið sendir á annað safn. Þegar kom að því að ég fór að skoða gripina sjálfa, þá benti starfsfólki mér á að einhver önnur söfn gætu haft svipaða gripi og svona hlóð verkefnið upp á sig smá saman. Með þessari aðferð hefur mér tekist að benda á 13 söfn víðsvegar í Bretlandi, semst bæði í Englandi og Skotlandi, þar sem að finna íslenska gripi.
Það auðvitað mjög líklegt að einhver minni safn hafi orðið út undan, en það kemur þá bara í ljós vonandi seinna. Auk þess að gera skrár yfir alla gripina hef ég leitast við að setja söfnun þeirra í víðara samhengi og að fá einhverja mynd af þeim einstaklingum sem voru að bæði að gefa og selja söfnunum gripi. Slíkar upplýsingar eru þó alls ekki alltaf fyrir hendi. Viktoría og Albert safnið var reyndist einna best að þessu leyti. Að þeirra skjalasafnið sem ég sagði er mjög gott. Áhugi á forngripum og fornleifum á Íslandi var þegar til staðar snemma á 18. öld þegar að Árni Magnússon fór landið og safnaði handritum. Þessi áhugi jókst í kjölfar rómantískrar þjóðernisvakningar á Íslandi og annars staðar í Evrópu á 19. öld og leiddi meðal annars til þess að forngripasafnið sem síðar var Þjóðminjasafn Íslands var stofnað árið 1863 og hið Íslenska fornleifafélag árið 1879. Áhugi erlendra fræðimanna á Íslandi, ekki síst breskra, var einnig mikill á þessum tíma og nokkrir þeirra lögðu leið sína til landsins til þess að skoða náttúruna, sögufræga staði og fornleifar. Þeir höfðu fengið kynni af þessu öllu saman, ekki síst í gegnum fornsögurnar okkar held ég. Þeir skrifuðu flestir dagbækur ferðir sínar og mjög margar þeirra hafa verið gefnar út og í sumum þeirra kemur fram að þeir eignuðust íslenska gripi sem þeir höfðu með sér heim aftur. Einn þessara gripa var faldbúningurinn eða brúðabúningurinn eins og hann einnig kallaður sem auðvitað mjög vel þekktur hér og sem Elsa skrifaði í árbókina. En hann keypti William Hooker sem var hér á ferð 1809 af Ólafi Stephensen stiftamtmanni. En afkomendur Hooker, þeir seldu Viktoría og Albert safninu í London þennan búning árið 1869 en einn hluti þessa búnings varð viðskila við restina, það er að segja ennisbandi sem við sjáum mynd af hér. En fjölskyldan gaf safninu þann hluta árið 1872. Þetta ennisband var, eins og ég segi, viðskila við restina af búningnum. Það lenti í málmgripadeildinni en búningurinn ásamt fylgihlutum hans var í textíldeildinni. Og það var ekki sameinað búningnum fyrir í kringum 2010 þegar einn starfsmanna safnsins uppgötaði samhengið. Á ennisbandinu sama fangamark og á skjöldunum tveimur sem eru hérna á búningunum sjálfum, sem sagt SMD, en Elsa hefur sýnt fram á að þeir tilheyrðu Sigríði Magnúsdóttur, konu Ólafs Stephensen, stiftamtmanns, sem seldi Hooker búningin. Svo sjáum við hérna teikningu af þessum búning sem var úr leiðangri Joseph Banks til Íslands árið 1772. Eins og við sjáum á þessari mynd sem tekin þegar búningurinn var í sýningu í stuttan tíma eftir að Elsa var að skoða hann, þá ennisbandið ekki með þar því að það var ekki búið uppgöta samhengið. En á þessari teikningu sem ávist að vera af Sigríði Magnúsdóttur einnig í faldbúningi, þó það sé nú greinilega ekki alveg sami og hér, þá ennisbandið haft með. Flestir íslensku gripana sem eru á söfnum í Bretlandi eru 18. og 19. aldar nytjahlutir sem tilheyrðu íslenska bændasamfélaginu eins og útskornir kistlar, trafakefli, trafaöskjur, askar, prjónastokkar, rúmfjalur og búningaskraut, aðallega úr silfri. Og þeir eiga það margir sameiginlegt að hafa bæst í safnkost safnana stuttu eftir að þau voru stofnuð á 19. öldinni. Þegar gripir af þessu tagi voru taldir hafa sérstakt menntunargildi fyrir almenning. Áhugi á safnun og stofnun safna í Bretlandi jókst í kjölfar iðnbyltingarinnar þegar handverk fór að víkja fyrir vélvæðingu. Þessi þróun sem hófst seint á 18. öld og hélt áfram langt fram á þá 19. Leiddi til meiri áhuga á að endurreisa og safna handverki bændasamfélagsins.
En slíkar hugmyndir voru meðal annars grundvöllu listinnar hreyfingarinnar, The Arts and Crafts Movement í Bretlandi. Einn af forgöngumönnum hennar var skáldið hönnuðurinn og sósíalíski aðgerðastefnusinninn William Morris og það var fyrir tilstilli hans að margir íslenski gripir rötuðu inn í safnkost Viktoríu Albertssafnsins þar sem hann var ráðgjafi. Morris hafði mikinn áhuga á Íslandi og hann fór tvisvar hingað árið 1871 og 1873. Hann hafði kynnst Eiríki Magnússyni, bókaverði í Cambridge og lært íslensku hjá honum. Hann heillaðist af Íslendingasögum og fór í ferðirnar til þess að kynnast sögusviði atburða í fornsögunum. Þeir þýddu nokkra Íslendingasögur saman, hann og Eiríkur. Morris ferðaðist landið á hesti og hér teikning sem einn af samferðamönnum hans gerði, hálfgerð skopteikning af honum, þessum stóra mikla manni á pínulitlum íslenskum hesti. Í skjölum safnsins kemur fram að Eiríkur seldi safninu kvenbúning árið 1872 sem hefur sjálfsagt verið fyrir tilstilli Morris. Og hér sjáum við einn gripan var flauelsbelti. Hér belti sjálft með ísaumuðu blaðskrauti og svo efri myndin hérna sýnir krækjurnar eða semst beltispörin sem úr silfri eða reyndar bara annan hérna skjöldi, ferreldar skjöldin og kringluna sem krækt við þá. Þetta gylt opið víravirki fest á plötur með rauðum granatsteinum. En það var kona Eiríks, Sigríður, sem með honni hérna myndinni, Magnússon, sem gerðist ötul við að selja íslenska gripi í Bretlandi og ber þó nokkra ábyrgð á fjölda þeirra þar. Nafn hennar kemur fram í skjölum Viktoríu Albertssafnsins en einnig til dæmis skjölum Pitt Rivers safnsins í Oxford. Sigríður gat sér ekki góðan orðstír fyrir þetta athæfi á Íslandi, en eins og haft eftir bæði henni sjálfri og Morris, þá var þetta gert til að hjálpa fátækum Íslendingum til að bjarga sér. Þeir sem voru ákafir í að selja þessa gripi sína. Hér voru mörg harðinda ár á þessum tíma. Flestir þessari íslensku gripa voru 18. og 19. aldar nytjahlutir sem tilheyrðu íslenska bændasamfélaginu og bárust til Bretlands á þeim tíma þegar slíkir hlutir voru taldir mikilvægir, eins og ég sagði áður, til andspyrnu við innvæðinguna og til þess að mennta alþýðu manna. Viktoríu Albertssafnið einmitt gott dæmi safn sem var stofnað upp úr þessum hræringum, en það var stofnað árið 1852 í kjölfar iðnsýningarinnar miklu, The Great Exhibition 1851. Þar einnig skráður mestur fjöldi íslenskra gripa, þó að ekki hefði allir komið í leitirnar þegar ég fór að skoða gripina sjálfa. Sigríður Magnússon seldi safninu ýmsa útskorna trégripi eins og þessar trafaöskjur hér með fangamarki á lokinu og trafakepli, hvort tveggja frá 18. öld og þessa fínu krossaums rúmábreiðu sem Þorbjörg Magnúsdóttir gerði líklega 1700, en hún var kona Páls Vídalín, lögmanns, þess sem gerði jarðabókina með Árna Magnússyni. Myndefnið á ábreiðunni trúarlegs eðlis og stíllinn byggir á gamalli norður-evróskri hefð. Og í bekk við jaðar skáldskapur eftir Pál Vídalín, 3 vers í þessum bekk hér. Engin þessara gripa til sýnis á safninu núna. Allt geymt bara í geymslum. Einn annar Íslendingur seldi safninu gripu en það var Þórunn Jónassen frá Ketilsstöðum á Völlum í Suður Múlasýslu sem nefnd þannig í skjölum safnsins að því hún var kona Jónassen læknis, annars var hún Pétursdóttir. Hún seldi safninu 2 rúmfjalir og prjónastokk fyrir hönd Thorvaldsens Basars árið 1907. En hún var fyrsti formaður Thorvaldsens félagsins sem var stofnað 1875. Salan var gerð í góðgerðarskyni.
Magerau fjallar alla þessa gripi í greininni í árbókinni. Að rúmfjalirnar þessar 2 rúmfjalir eru enn á safninu en ekki prjónastokkurinn. Og þá við þó nokkra af gripunum sem Magerau skoðaði árið 1960 eða 9 af alls 19 gripum sem hún skoðaði. Svo að 9 þeirra eru ekki þarna lengur og ekkert vitað það. Það kemur sjaldan fram hvað varð þessa gripi. Stundum var þeim sjálfsagt fargað vegna skemmda, til dæmis af völdum maðks eða myglu. Aðrir voru jafnvel notaðir til viðgerða á svipuðum gripum og enn aðrir sendir á önnur söfn. Við sjáum hérna á grafinu sem er fyrir gripina í Viktoría Albertssafninu að mest afföll hafa orðið á gripum úr tré. Það er tré og horn hérna saman en það eru trégripirnir sem hafa horfið. Af 52 gripum sem að ég endaði upp með því ég var búin að fara í gegnum alls konar gamla skrár, þá eru bara 31 ennþá á safnum, þannig að 11 hafa horfið eitthvað. Og til dæmis ef við lítum á málminn, þeir hafa enst miklu betur. Að 34 sem ég fann heimildir eru 31 ennþá á safninu og ég veit afdrif allra þessara 3 sem ekki eru það lengur. Það eru 2 stokkabelti sem að mér var sagt að hefðu verið lánuð á listaskóla til þess að nemendurnir gætu teiknað þau og þeim var aldrei skilað, og svo hringur sem að talinn ekki vera íslenskur. Flestir hinna sem seldu eða gáfu Viktoríu Albertssafninu íslenska gripi hefðu einhver tengsl við Ísland. 2 voru til dæmis konsúlar, svo að þeir hafa sjálfsagt komið hingað við og geta haft með sér gripi. Aðrir höfðu ferðast til Íslands í öðrum erindagerðum og svo voru það fornsalarnir sem höfðu augljósan áhuga á viðfangsefninu. Eins og sá danski Verdier að nafni sem seldi safninu Grundarkaleik og 27 aðra íslenska gripi, marga mjög merkilega. Dæmi fólk sem ferðaðist til Íslands í lok 19. aldar og komi gripi tilbaka frú Alec Tweety. Hún var rithöfundur og fór í ferðina árið 1886 og skrifaði hana bókina A Girl's Ride in Iceland, og hérna sjáum við teikningu úr bókinannar af henni og samferðafólki hennar á íslenskum hestum. Hún fetaði fótspor föður síns, Dr. Georg Harley, en hann var mikilsmetinn læknir og vísindamaður í London. Hún reyndi að gefa Viktoríu Albertssafninu gripi úr ferðum þeirra feðgina, en þaðan voru þeir sendir áfram á Horniman-safnið í London, Suður London, og Warrington Museum, þar sem þeir féllu betur inn í safnkostinn. Meðal þessara gripa voru þessar 2 haldir úr kindahorni sem hefur verið byggt svona til þess að, þetta var notað til þess að festa farangur á hesta, og hotspot með ártalinu 1885 og svo þessar 2 svipur með fangamörkum þeirra feðgina. Ég hallast nú frekar að því að þessar svipur séu kannski ekki íslenskar eftir ég skoðaði það. Mér finnst það einhvern veginn ekki líkar þeim sem ég þekki allavega, en þó getur vel verið að það sé rangt hjá mér. En ég finnst svona einhvern veginn eins og það gæti verið að þau höfðu bara tekið með sér þessa gripi þegar þau fóru í ferðirnar. En það var þó Þjóðminjasafn Skotlands í Edinborg sem virðist hafa eignast íslenska gripi á undan Viktoríu Albertssafninu. En það eru næstum því jafnmargir gripir og á Viktoríu Albertssafninu. Það var maður á nafni Robert Mackay Smith, kaupsýslumaður og áhugamaður forngripi sem gaf eða seldi safninu samkvæmt skránni gripi sem falla undir 21 færslu. Líklega komu allir þessi gripi til safnsins árið 1858. Þar á meðal eru veggtjöld sem hann keypti af Hallgrími Skeving, kennara við Bessastaðaskóla, en frásögnin af því bendir til þess að hann hafi farið til Íslands. Annars hefur hann haft greiðan aðgang að íslenskum gripum þar sem hann var kaupmaður í Leith í Skotland, í Edinborg, og þar voru siglingar alltaf í gangi milli landanna. Elsa Guðjónsson skoðaði tjöldin, en í mér ekki vitanlega birt hún neitt það á prenti,
En hún segir að þetta séu gömul glitsömu rúmtjöld sem hafa verið endurnýtt sem veggtjöld. Þau mun hafa hangið í Lögréttuhúsinu á Alþingi á Þingvöllum. Á því lengra sem yngra og talið vera frá fyrri hluta 17. eða seinni hluta 17. eða fyrri hluta 18. aldar 11. vers úr 34. Passíusálmi Hallgríms Péturssonar. Það semst hérna þessi skrift þarna. Frá Mackay komu líka meðal annars söðuláklæði frá 19. öld, sauma með glitsaumi, 5 tóbaksbaukar úr tré og horni, langspill og sauðskinsskór. Ég er ekki með mynd af þeim. Einnig heill faldbúningur, hér sjáum við treyjuna frá miðri 19. öld ásamt fylgihlutum og fleira kvenbúningasilfur. 2 aðrir búningar, kvenbúningar, eru á safninu. Annars vegar skautbúningur frá fyrri hluta 19. aldar sem Margrét Hjaltalín seldi safninu árið 1890. Hér sjáum við treyjuna af henni, af þeim búningi. Hún dvaldi í Edinborg með manni sínum Jóni A. Hjaltalín sem var bókavörður þar frá 1871 til 80. Margrét seldi safninu búningaskraut árið 1872 og Jón gaf steinsleggju árið 1873. Þetta svona típisk steinsleggja sem var notuð meðal annars til þess að berja skreið eða harðfisk. Ég fann nokkra svona steina í uppgröftunum mínum. Hinn búningurinn frá 1900 og það var Miss Elizabeth Mitchell sem gaf safninu hann árið 1964. Með gjöfinni fylgdi ljósmynd af eigandanum, hér sjáum við hana, en það var Ólafía Jóhannsdóttir, það svo sem stendur, systurdóttir Þorbjargar Sveinsdóttur, ljósmóður. Elísabet þessi var merkiskona, hér sjáum við mynd af henni á efri árum. Hún var háskólagengin, bæði í Edinborg og Oxford og var fyrsti kvenkyns borgarskipulagsfræðingur Skotlands. Hún dvaldi 1 ár í Kanada á yngri árum, en mér tókst ekki að komast að því hvernig hún hafði eignast búninginn. Ef ég hefði nú bara vitað af þessu áður en hún dó 1980, þá hefði ég getað spurt hana. Þetta sýnir enn einu sinni hvað mikilvægt að skrá niður það sem vitað svona hluti, svona gripi. Aðeins einn af þessum íslensku gripum á safninu í Edinborg til sýnis, en það langspilið sem í láni í St. Cecilia's Hall, Concert Room and Music Museum í Edinborg. Þannig að ef þið leið til Edinborgar þá skulle þið endilega fara þangað og skoða það. Ég vil nefna hérna einn safnara, Gerard Stanley Davis að nafni, sem góðu fulltrúi áhugafólks muni sem tilheyra hverfandi sveitasamfélagi. Hann var kennari og síðar skólastjóri Charterhouse School í Godalming í Surrey í Suður Englandi, sem vel þekktur einkaskóli enn þann dag í dag. Hann safnaði gripum á ferðum sínum. Í safninu margir íslenskir útskornir trégripir. Það vitað að hann fór til Norðurlanda, en ekki ljóst hvort hann fór nokkuð tíma til Íslands. En hins vegar átti hann í bréfaskiptum við Íslendinga kaup á gripum. Stór hluti safnsins var keyptur til byggðasafnsins í Heisilmer, nágrannabæ Godalming. Þar 40 gripir, mest útskornir. Áslaug Sverrisdóttir hefur skrifað grein þetta safn í árbókina árið 2014. Nokkri gripana urðu eftir í skólasafni í Charterhouse School. Davis hafði alveg sérstakan áhuga á íslenskum útskurði eins og sjáum á gripasafni hans. Og hér nokkrir þeirra sem á skólasafninu, allir í geymslu og þá reyndar líka við alla gripina í Heisilmer. Það ekkert af þessu til sýningar núna. Hér höfum við kistil með svonefndri tappalæsingu
það til svona kistil hér held ég, prjónastokkur með tvöföldu sveifluloki sem hefur læst honum mjög vel og upphafstöfum TR og ártalinu 1792. Og svo þessi kistil hérna með mjög djúpt skornu þéttu grófu skrauti á öllum hliðum sem komið fyrir í blaðskrautsfléttur, hringjum og bógum. Þessi útskurður ólíkur öllum öðrum sem að ég hef séð á þeim gripum sem ég var að skoða og ég held að þetta sé svolítið gamalt. Það eitthvað til hér á safninu sem svona svipað. Og í skránni, inn í þessum kistli var miði sem ástóð að hann væri frá 16. öld og að Jón Arason biskup hefði skorið hann út. Mér finnst það nú ólíklegt, ég hef aldrei vitað til þess að Jón Arason hefði gert slíkt, en hver veit. Allavega hann líklega mjög gamall. Og svo í lokin, má ekki ofgera mér, svona í lokin þá Pitt Rivers þjóðfræðasafnið í Oxford dæmigert fyrir söfn sem voru stofnuð í menntunarskyni undir áhrifum heimilisiðnaðar og listiðnaðarhreyfinganna á 19. öld. Og þar þriðji mesti fjöldi íslenskra gripa á safni í Bretlandi. Stærri hlutir þeirra en annars staðar tilheyrir verkmenning og alls konar, eins og leggjatangir til þess að koma náli í gegnum skinn. Hér eitthvað svona tól, hrælar úr beini til þess að hæla niður skinn, gripir sem voru notað við sjávarútveg og handiðn, snælda, snældusnúður, fílakeppur, brauðmót, lýsislampar, ísleggir úr stórgripabeinum og svo kölluð brák, það þetta hrútshorn hérna, sem var notað til þess að elta skinn fyrir skógerð. Og það var ekki síst Thomas Nelson Annandale, náttúru- og mannfræðingur, fyrrverandi háskólanum í Oxford sem gaf safninu svona gripi, eða alls 22 talsins. Margir þeirra það tekið fram að þeir séu frá Vestmannaeyjum, en Annandale ferðaðist til Íslands og skrifaði það bókina The Faroes and Iceland, Studies in Island Life. Hann gaf einnig þjóðminjasafninu í Skotlandi þar sem hann bjó íslenska gripi. Pitt Rivers hershöfðingi sem stofnaði safnið átti stórt einkasafn. Í því voru margir gripir, eða 38 talsins, sem Sigríður Magnússon seldi honum eftir sýningu sem var haldin í Oxford 1889. Listin yfir þessa gripi sýnir vel hvað það var sem Sigríður var að höndla með, en þar 3 víravirkisnælur úr silfri, 4 útskornir kistlar, 5 prjónastokkar, 2 askar, 2 hornspænir, 4 útsaumaðar ábreiður, 2 aktíi, 2 kragar af faldbúningum, lár, þvottaklappa, tóbaksponta, snælda og snældusnúður, þráðaleggur, skotthúfa, trafaöskjur, drykkjarhorn, steinkvörn, kvensöðull, beltisstyrkja og lýsislampi. Aldeilis upptalning. Þessi gripir sem að Sigríður seldi fóru aldrei á safnið, heldur voru þeir í einkasafni Pitt Rivers, en svo voru þeir seldir eða látnir fara á önnur safn eftir dauða hans. Flesta þeirra ekki vitað hvað varð þá. Með skránni sem geymd í Cambridge University Library fylgja stundum teikningar af gripunum sem Pitt Rivers gerði sjálfur. Við sjáum hér til dæmis, ekki hvað það sést vel, hérna neðst niðri næla með, svona típisk næla með hengilaufi og hann hefur greitt 2 pund fyrir hana. Og þetta teikningar af þessum ábreiðum sem hann keypti, svona partur af þeim. En hérna, eins og ég segi, ég reyndi að hafa upp á það stóði í skránni að 2 gripir hefur seldir á uppboði hjá Christie's og 3 hefur farið á safn í Salisbury, en aðra hefur mér ekki tekist að. Og mér var sagt, það var hérna, kollegi minn sem hefur verið að leita líka að upplýsingum gripi, hann sagði að fjölskyldan hefði ekki viljað láta koma fram hvað gerðist með þessa gripi. Þannig að það sjálfsagt, hann hvatti mig samt til þess að halda áfram að reyna að leita. Og svo hérna loksins eitt graf yfir, það sýnir ykkur svona
fjölda gripa sem að samkvæmt skránum fjölda þá sem eru ennþá á safninu og hvað margir eru á sýningu, en í þessum fyrirlestri þá hef ég aðeins getað að tök á því að taka fyrir lítið brot af því sem ég skrifaði, sem ég skoðaði. Upplýsingar aðra verða vonandi aðgengilegar á einhverju formi í náinni framtíð. Þetta er svolítið gluggi sem hefur opnaður inn í menningarleg samskipti eða eina tegund þannig samskipta milli Íslands og Bretlands aðal á 19. öldinni. Það er ljóst að íslenskt handverk skipaði svolítið sess á þessum tíma. Þó að sumir þessa gripa hafi í upphafi verið til sýnis. Ég veit til dæmis að í Heisilmersafninu, þar á ég kunningja sem býr, hann man eftir því að það var íslensku gripur til sýnis þegar hann var lítill, en það er ekki þar lengur. Þeir eru semst flestir í geymslum. Það er helst Pitt Rivers sem er með flesta gripi, 17 alls í sýningasölunum. Þeir eru alveg stórkostlegt safn, ég ættu að fara þangað inn, alveg fullt, sneisa fullt af svona gripum. Og svo Viktoríu Albertssafnið, það sem eru 11 gripir, aðalega búningaskraut, alls konar fallegt, og svo náttúrulega bikarinn og aðrir kirkjugripir, merkilegir. En ég held ég láti þetta, já, ég ætla að sýna ykkur eina mynd hérna af því að það var hérna fyrirlestur fyrir 2 vikum með eitthvað svoleiðis útsaum og þessi hökull á Viktoríu Albertssafninu talin vera frá 16. öld en það er ekkert engar upplýsingar hann. Ég held ekki að þetta sé íslenskt, allavega er myndefnið mjög hérna framandi, það eru hérna, einhverju menn hérna með alls konar skrítin höfuðföt og mér hefur ekki ennþá tekist að svona finna út úr því neitt hvernig þetta er gert. En þetta er bara eitt dæmi eitt svona grip sem sagður kom frá Íslandi en ekkert meira vitað Kæra þakkir. Þá ætla ég bara að vera tilbúin með þennan hljóðnema. Ef það er einhverja spurningar eða athugasemdir og með því að þið gestir talið í hljóðnemanum þá heyrir fólki heima líka. Ef einhverja spurningar eru sal eða athugasemdir. Já, ég ætla að koma með til þín. Já, þakka þér fyrir Guðrún kærlega. Ég er forvitin það var hérna á Pitt-safninu. Já. Það var mynd fyrir miðju af svona eins og fléttari körfu. Svona karfa var til heima og er núna í eigu systur minnar. Já. Og hún er svo útlenskuleg. Við höfum haldið að þetta væri jafnvel eitthvað útlenskt. En getur þú sagt mér eitthvað hana? Það er til þó nokkuð að það er náttúrulega aðrir hér sem vita meira, Lilja til dæmis og Margrét. Það er til þó nokkuð að svona körfum hér á safninu. Og ég held þetta er ekki íslenskt. Já. Og það var þessi Annandale sem gaf safninu þetta. Kannski fengið úr Vestmannheim. Ég heiti Vésteinn Halldórsson. Það er einn svona karfa að þetta sýnist í Þjóðminjasafninu og einn í Glumba í Skagafirði. Það eru báðar gerðar af fjallaeyjandi. Þetta sýnist vera, ég sé ekki betur en þetta sé nákvæmlega sama handverki. Það gæti verið. Það var frægur fyrir að geta fléttað vatnsheldar körfur. Já, ég man eftir því að þetta kom fram, það var rætt þetta, þessar fjallaeyvinds körfur er það ekki í einum af þessum þáttum. Fyrir alla muni? Já. Ég hef nú ekki farið út. Sko nánast 20 svona körfur fyrir í saminu. Lilja, viltu tala í mikrofónin? Ég er nú hægt að vinna þannig í mannetúru gerfi, það er einhvers vegar nær 20 svona körfum til með nokkuð mismunandi fléttutækni en í grunninn sömu en þeir eru mjög misgrófar og hæpið er nú að fjallaeyvindir hafi sett þar alla saman. Ég hef ekki farið út í að mikinn samanburð svona þegar það liggur beint fyrir þá hef ég gert það en það mætti til dæmis skoða þessar tóbakspontur, það er mikið til af þeim hér á safninu og ég veit að sumar þeirra er hægt að rekja til ákveðina handverksmanna
en ég hef ekki farið út í það. Það er spurning hér í sal. Já, ég heiti Steinunn Jóhannesdóttir og þakka kærlega fyrir þetta mjög svo athyglisverða fyrirlestur. Og hann rímar svo skemmtilega við akkurat fyrirlestur Steinunnar Kristjánsdóttur sem að fjalla textilinn og einhvern veginn sýnir að hér voru gerðir hlutir og hér var urðu til listmunir sem að, já, í meira mæli heldur að kannski ímyndaði sér eða ætlar í þessu fátækarlandi sem að var náttúrulega oft svo örstutt. En það sem að vakti athygli mína þegar ég heyrði útvarpsviðtal við í gær, það var sem sagt frásögnin þennan ótrúlega flotta faldbúning sem að geymdur bara í kíslum. Já, það þessi hérna, það brúðaskartið. Já. Og ég þarna líka ofboðslega merkilegt að sjá þetta hérna þessi tjöld líka, þar sem að vitnaðir í Hallgrím Pétursson og Passíusson en sem ég fyrir svo Halló ekki. Já, bara svo grátlegt til þess að vita að svona gersemar séu hvergi til sýnis, þannig að spurningin í raun og veru hvaða áform eru að ná þessu upp úr kíslunum og koma því á framfæri með einhverjum sýnilegum hætti? Það er náttúrulega ekki mitt að segja til það. Ég er alveg sammála þér. Mér finnst þetta grátlegt að þessi fallegi búningur, ég veit ekki til þess að sé til svona eins búningur hér, að hann skuli bara vera í geymslu. Hann var til sýnis hérna, hann kom hingað og var til sýnis hér í safninu tíma eftir að Elsa, hún vakti athygli á honum og svo var hann til sýnis í Victoria Albert safninu tíma, en ekki, nú bara verið að sýna tísku eins og Mary Quant og eitthvað svoleiðis, sýningarnar sem eru í Victoria Albert safninu núna, þær eru mest einhvern veginn svoleiðis. Verið að höfða til fólks í dag. En það væri auðvitað dásamlegt ef við fengjum hann bara aftur. Þetta að gerast, að það verið að skila hlutum, þessi náttúrulega búningur var keyptur, þannig að það kannski svolítið öðruvísi, en hver veit. Já, Margrét. Já, mér langar líka til að taka undir þakkir. Það var ákaflega gaman að sjá þetta allt saman. Ég heiti Sigrún Helgadóttir, ég hef kannski sérstaklega áhuga á búningunum. Já. Og þetta bara einn af mörgum búningum sem var farið með, maður sérstaklega eftir að bæði Banks og Stanley sögur það að þeir keyptu flotta búninga og fóru með og við vitum ekkert hvar þeir eru. Og ég velti stundum fyrir mér hvort að Hooker, hann var annars konar maður, ef maður getur sagt svo. Hooker var grasafræðingur og alveg eitursnjall. Hann var ekki aðalsmaður eins og til dæmis Banks og Stanley sem kom í fríðu föruneyti og keypti búninga og hafa trúlega haft þessa búninga heima hjá sér. En Hooker var fátækur, ekki aðalsmaður og hann kemur inn í vísindasamfélagið í Bretlandi vegna þess hvað hann var flinkur og sendur þess vegna til Íslands og kemur svo með þennan æðislega flotta búning og það svo sonur hans sem selur hann til safnsins. En hinir búningarnir, það ekki bara þessi búningur sem þarna, hinir búningarnir, hvar eru þeir? Þessi sem að Banks og Stanley fóru með og að því að tala að við sjáum ekki þessa búninga, en það fjöldi kvenna úr Heimilisiðnaðarfélagi Íslands sem hefur farið til London og fengið mjög góða þjónustu að fá að skoða hana búning og það eru trúlega hátt í 200 konur á Íslandi búin að sauma sér búninga sem að hafa þennan búning sem eftirmynd eða sem fara eftir þessum búningi. Svo við erum að endurgera hann, en auðvitað viljum við háan helst. Og það væri líka gaman, ég man þegar ég fór að skoða þennan búning á safninu og
og fékk mjög góða þjónustu, fékk að sjá þetta allt saman og mæla og skoða og mynda og hvaðina, að þá sagði við mig konan sem að þarna var og leiðbeindi mér og ég fór að tala hina búningjana, hvar eru þeir, og hún sagði að það var ekki ólíklegt að þeir væri á einhverjum einkasöfnum. Ég tók líka eftir því viðtalinu við því í gær að þú hafðir ekki haft tök á því að fara neins slík söfn. En hún sagði að ein leið til þess að finna búninga væri að það væri til félag, hvað ég segja, safnvarða og þau skiptu safnvarðar hefðu með sér félagskap og gæfi jafnvel út blað og hún mælti með að við myndum hreinlega auglýsa eftir íslenskum búningum hjá þessu safnvarðafélagi. Þeir gætu hugsanlega vitað það sem ekki væri endilega svona opinberlega talað svoleiðis að ég veit ekki, en það væri gaman að vita meira og sjá meira af þessum búningum. Þetta er ábyggilega sama konan og ég hitti því að hún ráðlaði mér það sama, ég hef bara ekki komið í verk, þannig að nú ger ég það bara. Og ég ætla líka að segja það að ég komst í samband við Stanley fjölskylduna, núverandi Stanley, og þau vissu ekkert þetta. Það var náttúrulega búið að selja húsið sem að forfæðir þeirra átti, það var herrasettur hérna norður í Englandi og það var brunið þar einhvern tímann og svo var var uppboð og þau ráðlöðu mér að fara í skjalasafnið hérna upp frá og kannski reyna að sjá hvort það væri eitthvað á þessu uppboði sem að geti rímað við þennan búning. En ég hef ekki getað farið neitt undanfarin 2 ár, þannig að ég hef ekki gert það. Það getur vel verið að ég reyna að gera það. Og ég reyndi líka við Banks, ég hafði samband við hana Önnu Agnarsdóttur sem að gaf út öll hans bréf og hún var að reyna að koma mér í samband við einhvern en það gekk heldur ekki. Ég veit það eru margir sem hafa reynt að hafa upp á þessum búningum og líka langspilunum sem að sumir voru að fara með út. Ég sýndi þarna eitt langspil sem í Edinborg, það annað í Oxford og hvorugt þeirra rímar við þessi langspil sem lýst í ferðabókum. Þannig að við vitum heldur ekki hvað hefur orðið þau. En kannski þarf ég bara ég nefndi þetta líka í viðtalinu konuna eina sem að ég talaði við á Viktoría Albertssafni. Hún var með hálsmenn sem var gert úr íslenskum millum. Hún sagðist að keypti þetta á markaði, á forngripamarkaði og sagðist oft hafa séð svona eitthvað til sölu á þeim mörkuðum. Það er þessi góður hér líka. Já, ég trúi því. Selvört og Edda Björg heiti ég og mér langar að þakka þér innilega fyrir þetta stórkostlega starf sem þú hefur og þessa skráningu sem þú tekið saman. Bara ómetanlegt. Það verið mjög skemmtilegt. Og þetta mun við og komandi kynslóðir njóta góðs af. Ég ein af þeim sem heillaðist að þessu brúðarskerti og skráði mér heimilisinafélag og saumaði mér 19. aldar búning. Mér gamla búningir sem sagt og langar svo að fara á safnið og panta tíma og fá að skoða þennan búning að ég stefni náttúrulega á því að sauma þalbúning og heillaðist bara af öllu þessu skart og hvað og svona einmitt gráðlegt að þetta skuli ekki vera hérna heima og hvað við getum nú eiginlega gert í því að fá búningin heim. Ég er með tillögu eftir að búin að heyra alla þessa búninga sem að þið hafa verið að gera hér að skipta. Láta safnið úti fá einn af þeim, þann sem best gerður og fá þann upprunalega heim. Mér finnst til dæmis að British Museum ætti að gera þetta, til dæmis með Elgin Marbles sem alltaf verið að biðja, Grikkir eru alltaf að biðja þeir geta fengið eitthvað annað í staðinn. Þetta skiptir okkur meira máli heldur en þau. Ég vona að svo verði. Takk innilega fyrir. Takk. Setjum þig í þetta, Margrét. Ég heiti semst Margrét og við vil bara fá að þakka þér Guðrún innilega fyrir þessa frábæru vinnu og kominga og segja eitthvað frá þessu. Ég búin að fá að fylgjast með og finnst þetta stórkostlegt að fá þessa yfirsýn af því þetta auðvitað brúarsmíð líka að fá yfirsýn og átt að sjá því hvað hvar og fá þessa rannsóknarvinnu með þessa vanda hætti sem þú hefur gert. Og mér finnst þetta að vera mjög góð umræða
En við í söfnunum, við lítum auðvitað svo á að söfnun séu svona alþjóðlega stofnanir og það eru auðvitað sterkt tengsl á milli söfna og mikil samvinna og við varðvitum alla það gripi sem eru í söfnunum eins og hér í Þjóðminjasafninu sem heimildir líf fólks og sumt er til sýnis, annað til rannsókna og skráningar og þetta eru auðvitað fyrst og fremst heimildir sem við viljum að þetta séu aðgengilega til rannsókna að það verði til ný þekking, það verði ný sköpun og það verður auðvitað tækifært að sýna, en yfirleitt er það alltaf þannig að það er lítið brot sem er til sýnis af því sem er varðveitt í söfnunum. Og það skipta auðvitað miklu máli þessar rannsóknir, því það eru auðvitað að varpa ljósi á sem sögur ekki síður en sýningarnar, en við erum samt sem það mjög umhugað aðgengilegheit þegar kemur að menningararfinum og hugurinn reikar víða. Núna er til dæmis Samskjör og Norðurlanda að gera sameiginlega yfirlýsingu vegna Úkraínu og það sem hefur verið með bæði náttúrulega að harma alla þann sársauka og þann hrylling sem að fólk er að verða fyrir, en líka það að sé verið að ráðast á menningarminna því það er auðvitað til þess fallega að brjóta niður mannsandan. Þannig að maður skoða svona hluti í mjög stóru samhengi. Og ég vil líka geta þess að hér þegar við höfum sóst eftir því að fá lánaða gripi að þá hefur það alltaf verið mjög auðsótt mál og hefur hérna til sýnis í Þjóðminjasafninu gripi til dæmis frá danska Þjóðminjasafninu eins og Anna Grundastóllin. 2006 segir mann rétt, kannski mannst það betur Lilja, þá fengum við 2008 fengum við 800 gripir frá Nordiska museet í Stokkólmi afhenta til landsins og þeir gripir hafa verið til sýnis og til rannsókna hér og þetta bara til varðveislu og höfðu náttúrulega lítið verið rannsakaðar í Svíþjóð en meira skoðaðar hér. Þannig að þetta er auðvitað mjög svona aktúel og svona opin spurning sem að sífellt er verið að fjalla í söfnunum og það hefur auðvitað verið rætt það oft sinnis að fá þennan búning lánaðan til landsins í réttu samhengi og réttum tímapunkti. En fyrst og fremst skiptir að máli eins og Guðrún kom inn á og Sigrún líka að gripirnir eru aðgengilegir sérfræðingu hér, en auðvitað viljum við hafa það sem best aðgengilega. Og þá kemur líka stafræna byltingin inn. Það er þessi skráning og þessi yfirsýn sem við líka getum fengið með tækninni. Þannig það eru margar hliðar á þessu máli, en þetta er stórkostleg vinna Guðrún og bestu þakkir fyrir hönd Þjóðminjasafnsins. Eru fleiri athugasemdir eða spurningar og svar? Ég vildi kannski bara bæta við að mér er kunnugt að Árnastofnun hefur verið að gera svipaða skrá yfir handrit sem hafa farið til Bretlands. Ég hef ekki séð hann ennþá, mér skilst að eigi að birta hana á netinu. Það verður... Er það komið? Nei, það er mjög mikilvægt í söfnum í Kanada. Í Kanada? Já. Í Vesturheimi og það hefur heilmikið vinna við að skrá handrit þar og Árnastofnun hefur verið í því og við höfum tengst því örlítið og það kom einn faldbúningur til okkar fyrir nokkrum árum sem kom í ljós einmitt á svoleiðis vinnufundi. Það bætti kona með svona í gæsalöpnum hagkaupspoka þar sem var kjóll í pokanum og afhent okkur og þá var það faldbúningur sem hafi farið með Vestur-Íslendingum. Þannig það er ýmislegt sem kemur til ljós og margt sem hefur glatast. En við höfum líka munað það, svo ég bæti því aðeins við, fyrst maður komin aðeins á flug, að það sem fór landi á þessum tíma eru kannski hluti líka sem það var í raun og veru bjargað. Því það var líka ákveðið hirðuleysi hér og sumt að þið hefur skilað sér aftur. Eins og sumt var endar útbúið eins og í markvissi söfnun Norðurlandasafnsins í Stokkólmi. Þannig að þetta er heilmikil saga sem það væri vert að halda áfram með. Já. Þannig að ég hveiti áfram. Já. Ég myndi gjarna vilja fara til Kanada og ég á nú með tengingar þangað, svo það er bara svolítið stórt land. Glæsilegt. Kæra þakkir Guðrún. Já, takk. Ég fannst bara hvað ég er búin að gera hérna.